rockarar á Egilsstöðum. En þeir bliknuðu bara í samanburði við þig. Risastóra brosið, smitandi hláturinn, eitthvað koffímerki sem ég sýkir svona. Já, smitandi hláturinn og augahúmorinn. Allt hlutir sem gera það vinkun okkar sem okkur þykir svo vænt um. Og ég held að þóra fullura að þú hafi snert strengi í hjörtum okkar allra síðustu 3 ár og jafnvel snert eitthvað meira en bara strengi í öðrum. En við förum ekki að típa það vel. Þótt að það mikið reiðarslag að það fengi þessa hræðilegu ekki hettisótt og komist ekki í útskýringuna, þá ákveða að frekar líta á þessa tækifæri heldur en einhvern sorgaratburð. Í athöfninni í Laugardalshöll hefur þú aldrei fengið tækifæri til að taka þessari viðurkenningu sem ég er að fara að gefa þér núna og þú átt svo miklu meira skilið en einhverja 1,5 sekúndu upp á sviði ásamt þvölu handarbandi við dauðþreyttan rektor. Viðurkenningarnar eru margþættar enda erfitt að benda á eitthvað eitt sem þú átt skilið að fá viðurkenningu fyrir. Viðurkenningarnar eru eftirfarandi. Viðurkenning fyrir að vera mesti womanizer sem stíður fæti á sig jörð. Viðurkenning fyrir að hafa lifað af allar þær kveisur, flensur, sóttir og sýkingar sem þú neltir yfir þessi 3 ár. Viðurkenning fyrir að eiga stóran þátt í að voru brosandi gegnum allt námið og viðurkenning fyrir að vera fyrirmyndar starfsmaður á vettvangi og stéttin til sóma. Þar með eru viðurkenningarnar upptaldar. Við erum heppnir að eiga þig því eins og Mo og Major Lazer sögðu svo eftirminnilega all we need is somebody to lean on. Skálum fyrir, ekki skálum ekki alveg strax, en gerum það eftir fyrir útskrift okkar allra á bjarta framtíð. Ljósdóttir, hjartalega til hamingju með að vera komin hingað á þessa útskrifta athöfn. Kæru gestir. Það er gott að vera stödd hér undan þetta merkilega hús sem heldur utan stórmerkilega sögu íslenskra kvenskörunga, hver veit. En nú ertu á krossgötum og krossgötur eru yndislega. Þá getur maður valið hvert maður vil fara og maður getur litið tilbaka og sé hvað maður er að koma. Framundan er hið leikandi líf og strætóar. Ýmsar áskoranir, skemmtilegt fólk og alls konar fólk. Og það eru líka ástir og örlög. Og ég veit að þú munt takast á við allt þetta af þessari gleði og krafti sem einkennir þig og mæta verkefnunum af áhuga en líka pínlítið öðruvísi. Gera pínlítið öðruvísi það sem það er að gera í dagsins örn og það er sem gerir þetta sérstaklega. Og ég er búinn að hafa sérstaklega gaman að kynnst þér síðastliðin ár og hef séð í þér öflugan tómstund á félagsmálafræðing. Ég hef með séðan ekkert langt síðan ég tók þessum dæmi þegar ég var að ræða af hverju námið okkar er mikilvægt. Og ég segi ég held að við fáum öðruvísi fólk. Við komum til okkar en ýmsir sem fara inn í annars konar uppeldisnám og það held ég sé styrkur okkar. Þetta sé gott að vera þess meðvitaðar að við erum alls konar. Þið eru núna sem eru hérna í þessari athöfn lifandi vitni þess að þið ætla að mæta félag ykkar og vin með því að búa til sér athöfn. Þetta finnst maður alveg rosalega. En því það er ekki bara, maður þarf ekki bara að hafa þekkingu og færni, maður þarf líka að hafa ákveðið viðhorf og tilbúin að fara þessa ekstra leið til þess að gera lífið yndislegt. Og það er þið búin að búa til og þakka ykkur fyrir það. En ég veit að þú munt verða okkar sómi, sverð og skjöldur og gangi ég vel í því. Ég ætla að fá þig hingað að koma upp til að taka á móti þessu nýstolna og ég veit ekki hver stað því. Taka bara fast í hendina á þér. Hér er ekki þvöl hönd, heldur einstök hönd að taka í hendur á einstakri konu. Takk fyrir. Sjáum þú úr vídeónu. Skál. Skál. Það lest allt? Já. Aftur. Hér með veitist Ragnhildi J. Hólm viðurkenning fyrir
að vera mesti womanizer sem hefur stigið fæti þessa jörð. Að lifa af allar þær kveisur, flensur, sóttir og sýkingar sem þið nældir þér yfir þessi 3 ár. Að vera fyrirmyndar starfsmaður á vettvangi og stéttinni til sóma. Og síðast en ekki síst að ég á stórum þátti því að við vorum brosandi gegnum allt námið. Þessar viðurkenningar veita þér inneign fyrir óvissuferð á papalsbarnum.